Já, komið sælir árundu góðir og velkomin hérna með okkur á Norðurálsvöllin. Örn Arnarsson heiti ég og heils ykkur fyrir hönd IA TV framöndan leikur IA og Ægis í lengjudeild karla og með mér sem svo oft, Sverrir Mar. Já, velkomin. Takk fyrir það. Já, það alltaf gerast hjá karlaliði IA. Ég meina eins og þeir eiga möguleika á að jafna toppliði í dag ef allt fer á besta veg. Já, og það svona leikmyndin sem að maður að sjá fyrir sér. Ég verð alveg að veikjuna það að ég hef meiri trú á því að Vestri vinni á heimavelli heldur en að Afturelding fara að takast því þar og sömulegis held ég að Skagi vinni þennan heimaleik hér á móti Botliðinu. Já, það er ekki alveg óhætt að ætla það að flesti Skagamenn gerir raunin bara kröfu sigur. Jú, og það er bara mjög raunhafa kröfur að ætlast til þess að ég vinni Ægi á heimalli með fullri vinningu fyrir Ægi. Þeir eru með hvort það er 8 eða 9 stig á botninum í töflunni. Þeir eru með nokkra lykilmenn á bekknum í dag og það svona eru breytingar á byrjunarliðinu hjá þeim og þetta er svona tölvöld yngra byrjunarlið heldur en það hefur oft verið hjá þeim. Þannig að jú, ég held að það megi alveg gera ráð fyrir því að gera kröfu að Skaginn taki sig fyrir. Já, ég meina Skagaliði svaraði náttúrulega eins og í rauninu bestur og kosið eftir hennan ræðilega leik hérna síðast á heimavelli með frábærum sigri á móti Gróttu. Algjörlega, á móti Fjölni. Já, móti Fjölni móti Fjölni, já. Og hérna, já, algjörlega, gerðu það virkilega vel og það var sterkur sigur þar. Mjög fullorðinn og sterkur sigur. Það var hérna alveg liðssigur. Það var svona hver og einn að berjast fyrir hvern annan og það svona fyrsta skipti í svolítið tíma sem að maður sér það svona skína svona mikið í gegn hjá liðinu. Algjörlega og já, það er eins og maður á sama tíma hefur í rauninni Afturelding verið að tapa fleiri stigum heldur maður hafði í rauninni séð að myndi gerast allavega á svona stuttum tíma. Já. Frá því að IA kom í Mosfellsbæinn og sigraði þá þar í náttúrulega frábærum leik. Já. Þá hefur þetta ríkt svolítið duglega í stofanu þar. Já, það hefur gert það og hérna, það er svona lítur út fyrir að tapið á móti í að hafi svona doldið, ég ætla ekki að segja kannski alveg brotið á en fengið á upp á tennar og svona orðið doldið hrættir og auðvitað bæði félag og þjálfari og svona umgjörð og allir í kring sem að hafa aldrei verið í þessari stöðu áður og aldrei verið í bestu deildinni. Þannig að kannski alveg eðlilegt að svona lið og svona félag veit ekki alveg hvernig það á að haga sér í þessum aðstæðum og hérna þegar að stóri skellurinn kemur á móti liðinu sem er að elta að þá get ég alveg ímyndað mér að það sé svona smá panik sem að fara að stað sko. Það þarna sem kannski reynslan skiptir hvað mestu máli þegar þú ert í þessari stöðu. Já og að kunna höndla það. Akkurat og einhvern veginn, þú veist, já, kannski án þess að gera mikið úr því en sagan og hefðin, hún segir alveg margt í svona sko. Svona lið sem að hefur lengi verið ofarlega og lengi barist titla og það er einhvern veginn bara alltaf líklegra, sama hvernig hópurinn er samsettur. Já. Þetta er bara allir í kringum klúbbinn og einhvern veginn bara búast við því að þetta sé möguleiki. Enginn kannski í Aftureldingu bjóst við því að veri möguleiki að þeir væri að fara að vinna þessa lengjudeild. Nei. En hér voru allir að gera þá kröfu. Já, einmitt. Til að mynda. Já. En það er kannski einmitt þessi þröskuldur að komast yfir í fyrsta skiptið. Það er erfiðasta skiptið vantanlega. Akkurat. En við skulum kíkja á byrjunliðin. Það er tölverða breytingar hjá IA líka. Já. Árni Marino í markinu svo sem fyrir. Hákon Ingi kemur inn. Já. Og Hlynur Sævar Jónsson einnig. Arnleifur áfram í vinstri bak. Jón Gísli Eyland, númer 8 Ingi Þór Sigurðsson kemur inn aftur. Númer 9 Viktor Jónsson sem er náttúrulega búin að vera sannarlega betri en enginn með 15 mörk á tímabilinu og eina stóðsendingu að auki og Breki Þór kemur inn, Albert Hafsteins er þarna númer 18, númer 28 Pontus Lindgren og síðan fyrirliðinn Arnór Smárásson eru skakkaföll, við sjáum að Steinar og Jóhannes Vall báður á bekknum, Gísli ekki í hóp, það hafa verið veikindi skilsmanni, þannig að það reynir á hópinn. Já, gerir það og sem er bara vel held ég. Hákon Ingi náttúrulega búinn að bíða
þó nokkuð lengi eftir sínu tækifæri og þekkjandi hann að þá efast ég ekki það að hann sé vel peppaður akkurat núna að fara að labba inn á völlinn í fyrst skipti í langa tíma í byrjunarliðinu. Akkurat. Breki Þór fekk sjensa í upphafi móts og hefur svona aðeins, þú veist, hann byrjaði ekkert ofboðslega vel, datt út úr liðinu og svo hefur hann svona aðeins verið að byggja sig upp og ég er mjög spenntur að sjá hann í dag. Ingi er búinn að vera inn og út núna undanfarið og ég held að Jón Gísli kom inn á miðjuna, hliðina á Arnóri, þannig að það verður gaman að sjá hann þar og oft lendi í smá brasi í þeirri stöðu eins og hann hefur verið fínn í hægri bakgrunum og öruggur þar en er á upplægi miðjumaður og vonandi svona fullur sjálfstraust í dag og mun svona sitja og stýra miðjunni í fjarveru Indriða. Akkurat, sem í banni eða ekki? Hvað sér þú? Indriði í banni. Annar í banni, já. Í lið Ægisinn skipa í markinu er nummer 1 Stefán Þór Hannesson, nummer 5 Anton Breki Viktorsson, nummer 6 Arngrímur Bjartur Guðmundsson, nummer 7 Aron Fannar Hreinsson, nummer 14 Atli Rafn Guðbjartsson, nummer 17 fyrirliðinn Þorkell Þráinsson, nummer 18 Arnar Logi Sveinsson, nummer 19 Anton Fannar Kjartansson, nummer 21 Georgi Panic, nummer 27 Brynjólfur Þór Eyþórsson og nummer 45 Bele Alomerovic. Já. Hvað getur þú sagt mér og áhorfendum þetta lið, Sverrir? Til að mynda eins og Kjartan Leifur á fótbolti.net kemur inn á hérna í sinni textalýsingu að þá voru þeir að tilkynna 3 nýja leikmenn, unga og efnilega leikmenn, meðal annars Jóa Breka frá IA. Sem er náttúrulega væntanlega ekki gjaldgengur í þennan leik. Já, sem er utan hóps vegna þess að hann er á láni. Hinir 2 Arngrímur Bjartur og Aron Fannar Hreinsson, þeir koma frá FH og IR og eru báðir í byrjunarliðinu. Svo eru komnir tilbaka svona 2 eldri heimamenn, Þorkell Þráins Keli og Arnar Logi sem að hafa, Þorkell búinn að spila með Ægi frá því hann byrjaði sinn meistaraflokksferil og Arnar Logi er uppalinn hjá Þorlákshöfn en spilaði mest í Selfoss. Þeir hafa verið í smá fríi frá fótbolta og eru svona að koma inn í þetta aftur. Á bekknum hjá þeim Renato Punjat og Kristoffer Rólind, Dimitri Kokic, þetta er allt lykilmenn í liðinu. Já, þetta er áhugavert. Já, og markmaðurinn held ég að svona allavega eigi að vera aðalmarkmaður en Stefán Þór hins vegar staðið sig vel. Já, og þarna sjáum við reyndar að Steinar Þorsteins og Jóhannes Wall eru báður á bekknum. Eins og kom inn á Gísli náði ekki heilsu fyrir það. Nei. En liðin er á völlin og leitt af dómaratríónu, það er Aðalbjörn Heiðar Þorsteinsson sem sér flautukonsertin í kvöld og Hreinn Magnússon og Smári Stefánsson eru aðstoða dómarar. Ægismenn í þessum glæsilegu Jakko treyjum. Þetta eru ógeðslega vel hefnaða treyjur sem finnst mér. Já, það er stíl yfir þessu. Já, og það er náttúrulega verið að spila heila umferð í lengjudeildin í dag og við munum reyna að svona fylgjast með því sem er að gerast. Það eru 5 leikir sem að hefjast núna klukkan 6. Fyrir utan þennan leik það eru Þór og tekur á móti Þrótti frá Reykjavík. Já, skildi Lennon vera komin í byrjunarliðið þar? Já, það lítur að vera. Stór félagaskipti og Þrótti, bæði kalla og kvennamegin. Risastór. Selfoss tekur á móti Njarðvík, Vestri tekur á móti Afturheldingu eins og Sverrir kom inn á áðan og Grindavík tekur á móti Leikni og síðan er það Grótta sem að tekur á móti, hverjum var það nú aftur? Það er Grótta og Fjölnir. Grótta Fjölnir, hann hefst klukkan 19:15. En jú, Stephen Lennon er í byrjunarliðinu, sjálfsögðu. Hvað heldur maður? Já, það er risa fréttur Laugardalnum. Elín Metta Jensen einnig að koma óvænt. Já, tilbaka. Já, maður hefði nú alltaf haldið að hún myndi fara í val en kæmi hún tilbaka en Þróttur Reykjavík var fyrir valinu. Þá vantaði sóknarmann. Já. Óla Sigga farin í Harvard og það verður mjög gaman að fylgjast með henni. Og ég hugsa ef eitthvað er að þá mun hún sennilega vera með meira impact heldur en Stephen Lennon í karlali. Já, hún er bara það glæsilegur leikmaður. Já. En hér eru ágætis aðstæður þannig séð, það er svona smá gjóla af hafi í suðvestan 9 metrar. Já. En sæmilega hlýtt skjóla stúkunni. Já, það er gott. Hvert fólk fyrir að mæta í stúkuna? Ekki spurning.
það er náttúrulega alltaf það er eitthvað þegar það líður svona á haustið og leiktíminn færist framar að þá verðist aðsóknin kannski aðeins býða svona líða fyrir það. Já, það er leiðilegra að vera á vellum þegar það er leiðilegt fyrir. Það er bara, það verður allir að vera sammála því. Já, og svo tímasetningarna er að leikirnir eru komin klukkan 6 og svo klukkan 5, jafnvel þegar það komið fram í september, oktober. En það eru Ægismenn sem að hefja þennan leik og þeir sækja að höllinni. Og sjáum að Albert Hásteins kemur sömuleiðis inn á miðjuna með Jón Gísla og Arnóri. Hann hefur verið að spila úti vinstra megin en Fjarverður Steinars að þá kemur hann í sína uppáhaldsstöðu í hóluna. Arnleifur strax búinn að vinna boltan. Ingi spila tilbaka. Svo kannski annað sem við erum að koma inn á í þessu Ægisliði að þeir voru náttúrulega að missa sinn besta og markahæsta leikmann til afturhaldingar. Bara af klaufaskapnum einum því að þeir gleymdu að skila inn eða ákváðu að skila ekki inn KSÍ-samningi, þannig að afturhaldið gat bara tekinn. Já. Og þeir eru án hans sjálfsögðu hérna í dag. Já, en það er svo sem kannski lengi blasa við að Ægisliðið sé á leiðinni niður. Já. En við höfum nú ég var aðeins að skoða svona tölfræði við markaskorun í skaliðinu. Hún hefur, eins og ég nefndi, Viktor með 15 mörk, næst markaðasti maður með 5 og það er mjög svona, kemur óvæntri átt. Hlynur Sævar. Já, samt ekkert svo óvænt. Nei, í raunin ekki. Það segull á boltan í fyrstu leikadræðum. En Skagamenn eru bara að pressa hérna ansi hátt. Arnór gerir vel hérna, tekur hann niður. Sækir að teiknum, finnur Viktor, missir hann frá sér. Albert vinnur boltan aftur fyrir Skagan. Út á Inga. Ingi fyrir gjöðuna yfir á fjær. Viktor, þetta er aðeins svo hátt fyrir hann. Já. Þetta byrja vel hjá Skagamönnum er að fyrsta pressan og hápressan er að ganga vel og er svona aðeins að koma Ægismönnum smá í opna skjöldu sínist mér. Þeir væntanlega reiknuðu ekki með svona hárri og mikill pressu. Nei. Þetta er sjálfsagt leikur sem að Skagaliðið líka vill bara helst bara klára sem fyrst, að bara drepa leikinn í að algjörlega. Það er búið að vera mikið álag og að koma einn færður leikur sem að bættist inn í prógramið af því að Haukur var í 19 ára verkefni. Það kom þessi Gróttuleikur inn í réttötu Vesturmarki. Þannig að það er búið að vera að spila 2 leiki á viku núna. Nú hefur einmitt verið kannski, ef maður rýnir í þeirra alltaf á þessum tímapunkti býtum við, hér er eitthvað að gera sprekkir en sendingunni í gegn. Á þessum tímapunkti í tímabilinu, það eru svona 5-6 umferðir eftir og þá fara menn að horfa í leikjaplanið hjá liðunum sem er að keppast sætin. Já. Hvað myndur þú segja ef þú horfir á leikjaplanið hjá Skagamönnum til dæmis? Hvaða möguleika af 18 stigum segjum það, hvað erum við að tala að þeir ættu að geta náð í? Þeir eiga að geta náð í 18 stig. Spila mikið við liðin í neðri hlutanum. Já, sem að er sko þetta ég er að fara inn í kaflan það sem er svona snýrið dálítið við blaðinu í fyrrumferðinni og eftir erfiða byrjun að þá náðu þeir dálítið að sækja sigrana og tengja saman sigra í einmitt þessu prógrami. En málið er að akkurat núna eru þessi lið að berjast fyrir annarkvort lífi sínu eða þessu 5. sæti. Þetta er tvíeggja sverð sko. Já, þannig að núna er þetta töluvert erfiðari leikir heldur en þeir voru í fyrrumferðinni það sem að allt var svona aðeins opnara sko. Þannig að, auðvitað verður þetta mjög erfiði leikir en Skagaliðið einhvern veginn á þannig stað og þannig siglingu að við verðum að gera kröfu á þeir vinni, ég var að segja 4 af 6, 5 af 6. Við verðum bara að fá að gera kröfur upp á Skaga. Já, ekki spurning. Hákon með boltan, móti hægra megin Pontus sem hefur komið inn aftur í undanförnum leikjum eftir að hafa meiðst snemma árs. Og Hlynur sömuleiðis bara stíð inn og tekið stöðuna
hirti bara á honum stöðuna þegar hann fekk tækifæri til þess og staðið sér frábærlega Hlynur Sævar og tek heilsugur undir það. Pontus leist á aft núna til skiptis Hlynur og Val. Hlynur var í banni síðast og Val meiddur núna þannig að hann heldur sinni stöðu. Hann spilaði fína leiki í Grafarvoginum Pontus. Kemur mér svona verðalvað viðurkenna það kemur mér á óvart að Kristoffer Rólin sé ekki í byrjunarliðinu hjá Ægi sem að hann auðvitað hefur svona líkamlega físík til þess að búlja báða hafsendun okkar í rauninni. Já. Þannig að það kemur mér á óvart. En það er greinilega eitthvað annað plan í gangi hjá Ægismönnum. Já, Viktor reynir að þræða í gegn á Breka, gengur ekki. En Skagamenn vinna boltan hérna Hákon. Gerir þetta vel. Reynir að finna Inga, gengur ekki. Arnór dregur sér vel niður hérna til að stjórna spilinu. Já, hann greinilega vill það og ég veit að það hefur oft verið talað um það innan liðsins að á móti lágri blokk að þá sé hann bara töluvert meira að koma og sækja hann því að hann hefur svona ég vil ekki segja bara skilning á leiknum og sér þær sendingar sem að þarf rosalega mikið á að halda í svona leik þar sem að liðið er lágt og það er erfitt að finna glöfur en hann sér þær og þorir að setja boltanar. Það var góð sending í Hákoni. Það hefði Jón Gísli bara mátt setja þetta á ramman. Já, það er komið mark í einn af leikjónum. Njarðvíkingar sjóðandi heitir Njarðvíkingar skora gegn Selfossi. Selfossingar með sigur einmitt á Ægi í síðustu umferð 3-1. Já. Kemur langubolti fram á Breka, Breki tekur hann niður, leggur hann á Viktor fer í skotið og þetta er rétt fram hjá markinu. Þetta var vel gert þarna hjá Breka, hann er komin þarna í þverklaupið en snýr svo við til þess að fá hann á bringuna og gerir þetta vel, leggur hann fyrir Viktor. Kannski ekki uppáhaldsstaðan hans Viktors að vera í en nei, þetta er rétt fram hjá stönginni. Það hefði ekki verið svona stereotypist mark fyrir hann allavega. Nei, heldur betur ekki. Sjáum að Ægismenn eru bara í brasi, þeir eru með boltan. Þeir ná hvorki að setja langa bolta upp né að tengja saman spil. Viktor fær hann hérna úr kastinu, Arnleifur tilbaka á hlinn. Það eru komið fleiri mörk í þetta. Njarðvík búið að skora 2-0 og Þróttur Reykjavík er komið 1-0 yfir gegn Þór. Það var ekki Stífin Lennon sem skoraði það mark. Arnleifur er ekki að koma boltanum á Viktor. Góður snúningur hjá Jóni. Albert reynir að setja hann í fyrir hann á Hákon en það tekst ekki. Óska byrjun Njarðvíkinga. Já. Selfossliðið hefur nú tekið snarpar dýfur á tímabilinu en stíð upp aftur. Já. Heldur betur. Já, það kannast ágætlega við þjálfarann hjá þeim og það er eitthvað sem er ekki til í hans orðabók, þá er það einhvers konar uppgjöf á neinum tímapunkti. Nei. Sennilega með betri svona drífandi karakterum í íslensku boltanum í dag, sennilega. Já, ég held að Skagamenn þekkja Dino alveg af hann hefur á mikla sögu hér á þetta. Já. Bæði sem leikmaður og þjálfari. Góða sögu. Já. Komum við að mótun margra af þessum ungu strákum sem eru hérna í dag og ekki ungu. Hann ætla að vera með okkur ætli það sé ekki 3-4 allavega í hópnum sem er á morgunæfingum hjá honum í einhver 5-6 ár straight. Akkurat. Og sem hann á bara risafaktor í því að margir eru leikmenn í dag.
Ekki spurning. En Skalið búið að vera með boltan meira og minna hennan leik en hafa ekki náð svo sem að opna Ægismenn ennþá. Nei. Býst nú við því að það er ekki ólíklegt að svona áætlun dagsins hjá Ægismönnum sé að bara halda hreinu eins lengi og mögulegt er. Já, alveg klálega. Reyna að nýta einhverja hraðasóknir þegar Skalið sækir oflant fram. Já, sjá hvort þeir ná ekki 1-2 skyndisóknum og halda núlinu og Skaginn að ná Skaganum upp í smá pirring. Það er alveg 100% leikmanni hefðum í dag. Sjá hvort þeir verði ekki óþolumóður og pirraðir og fari og kannski að rífast innabors eða eitthvað svona. Maður hefur oft farið inn í þannig leiki. Já, Arnór með flotta bolta, erfitt fyrir Albert að taka á móti þessum. Gunnar Sverris mætti stúkuna. Hvað annað? Spillir Stefán frá markinu upp. Beint á Hákon. Ægismenn komast bara ekkert áfram. Breki gerir vel hérna. Finnur Albert. Hákon og Arnleifur náttúrulega bakverðirnir þekkjast vel. Já. Kemur fín sókn hérna. Breki með bolta fyrir markið og Viktor Jónsson. Þetta var frábærlega spila hjá Skagamönnum. Vonandi fáum við inn í endursýninguna kloppan hjá Albert Hafstein sem kemur þess að stað. Já, sjáum hvað við getum gert við því. Sjáum þetta hérna. Það þarf að ná þetta aðeins lengra tilbaka. Já. Endilega því að næra hérna helviti fínu kloppa. Fer svo 1-2 hérna við Inga Regi og rennur honum inn fyrir á Breka. Þetta er virkilega vel gert og eins og ég talaði þegar þessi leikur var að byrja. Það er þetta, nákvæmlega þetta uppáhaldsstaðan hans Alberts. Sjáum hana. Fer að nýtla með hann, kloppi 1-2. Þetta er virkilega vel gert. Og já, Breki með sína fyrstu stóðsendingu á tímabilinu. Þetta sé rétt hjá mér. Já, vel gert hjá Breka. Og Viktor með sitt 16. mark. Hvað, erum við ekki farin að nálgast þetta? Erum við að fara að tala í metum það? Já, og bara að vera markaðastur. Jú, hann er það náttúrulega með 15 mörk, en 16 núna vissulega bætir ofan á það. Elmar Kókits hefur snarkólnað í liði Afturheldingar og Arnór Gauti sem er leiðis. Þannig að Viktor er bara að stinga af. Já. Og Skagamenn halda bara áfram. Já, frábær sending hjá Arnóri. Vel spilað Hákon með boltan fyrir Arnór. Sneiðir hann fram hjá Viktor nær honum. Út á Arnleif. Skemmtileg tenging hann að Arnóri og Hákoni. Slöggsending hérna. Ég fer alveg að kalla eftir því að Arnór skori mark. Já. Svolítið síðan. Tiltölulega erfitt að lesa númerin á búningum Ægismanna. Já, silfurlitu. Jón Gísli. Já, Breka. Breki missir hann frá sér þarna. Já, Arnór hefur ekki skorað síðan hann skoraði 2 leikjum í röð 16. júní og 23. júní Þrótti og Selfossi. Já, ég er nú alveg vissum að margir stuðningsmenn Skagans hafa nú
búist við fleiri mörkum? Já, svona miðað við En hans hlutverk hefur kannski ekki verið það mikið framalega á vellinum. Nei, það er náttúrulega málið það fáir kannski sem myndi gera kröfu á það að Indriði skori fullt af mörkum. Nei, þannig akkurat. að þegar Arnór er komin hérna niður djúpt á miðjuna hann var kannski komin í allt annað dæmi heldur en hann var að spila til dæmis hjá Val í fyrra og í gegnum sinn ferill þar sem hann var svona oftast annarkvort kantmaður eða einn að tveimur frammerum og þá var hann að skila aðeins fleiri mörkum en aldrei einhvern veginn tekið eitthvað rosalegt að rönna mörkum. Nei, en eins og segir alltaf hlutverk hans með liðinu kannski annað en hann hefur haft áður. Algjörlega. En hann hefur skilað því virkilega vel. Já, mér finnst hann hafa verið mjög stór og mikilvæg faktor í liðinu. Ég er auðvitað ekki alveg hlutlaus. Mjög hlutlaus. Arnleifur vinnur boltann, Albert í þrýtningu, Inga Hlynur út á Hákon. Hákon lítur upp, setur hann inn á teig og Viktor Jónsson! Frábær sending hjá Hákoni. Þvílíkt, þetta var falleg sókn. Já, virkilega góð færa boltan hérna frá vinstri og yfir til hægri þar sem Hákon er með no pláss og teiknar þetta bara upp á hausinn á Viktori. Og það vita flesti hvernig það endar. Ég held við þurfum bara að sjá stóran hluta af þessari sókn hérna. Og Hákon hann hefur nógan tíma til að velja sér stað og finna hvar er Viktor. Já, einmitt. Gaf sér líka bara þann tíma. Margir hefðu sett þetta inn í fyrsta en að því hann hafði svona mikið tíma og ákvað hann að gefa sér það bara og vippar honum hann á hárréttan stað. Það má koma vel inn í þetta fyrsta korter. Og Viktor Jónsson bætir enn í sarpinn. Þetta er að verða lygilegt. 17. Hvað á hann mest hérna? Skoraði 22 með Þrótti 2018. Skoraði 19 með Þrótti 2015. Hann lítur að fara yfir það. Já, það hefur nú verið fleikt að þessi fyrsta deild, lengjudeild, inkassodeild, hvað sem hún heitir, þetta er deildinars Viktors. Já, hentar honum vel. Kemur. Virðist gera það. Ægismenn reyna að færa sig framar á völlin hérna. Alomrovic. Vinna innkast. Panic og finnur Allir Rapp kemst ekkert áleiðis og reynir Skagalið að snúa vörn í sókn. Arnar Logi í góða pressa hana. Allt annað er eins. Já. Það hefði ekkert verið skorað síðan áður en Viktor skoraði fyrramarki. Okkar augu kannski meira á Ísafirði heldur en á öðrum leikjum. Já, eðlilega. Í dag. Eðlilega. Breki fær aukaspyrnu. Það er svo komst inn á hann að þetta sé greiðlega dýrmætt bara fyrir í að liðið að vera búnir að setja 2 mörk á töfluna og eins og myndist á að reyna að drepa leikinn fljótt og geta þá mögulega rótira nokkrum sem hafa spilað mjög marga mínútur. Og það eru á bekknum hjá IA eru menn sem kannski er orðnir þyrstir. Já. Í Gabriel Þór náttúrulega nýbúinn að hann var kallað tilbaka frá Kára. Já. Eflaust yðar í skinninu að fá tækifæri hérna í dag. Já, spilaði 90 mínútur í gær. Já, það er nú kannski ekki þá líklegt að hann fái margar í dag. Kannski ekki fullkomið tímapunktur til þess að koma inn á bekkinu viðskipti. Það er kannski Ármann Ingi sem er búinn að vera að bíða. Já. Og hefur kannski, já ég ímynda mér að honum finnist hann hafi fengið færri tækifæri á þessu tímabili heldur en hann hefði kosið. Já. Annað væri kannski óeðlilegt. Algjörlega.
svo er það alltaf undir leikmannum sjálfum bara að sýna sig og þegar þeir fá tækifæri til, bæði eins og Ármann er búinn að vera að spila með öðrum flokki og er inn á öllum æfingum og hefur fengið eitthvað af mínútum, en svona oft vantaði aðeins upp á að grípa það. Já, Ingi nær að loka á Arngrím þarna. Þegar málið er að, eins og hefur oft verið sagt, að stýri leikmaðurinn því sjálfur bara oftast, hópurinn velur liðið fyrir þjálfarann. Það er nú yfirleitt þannig. Já, það er alveg rétt. Það kemur tímapunktur þar sem að leikmaður hefur bara mætt hann til leiks í hvert skipti að þjálfarinn getur ekki annað en valið. Árni Marino í vandræðum og hér Árni nær að verja aftur. Þetta er ekki búið, Panic með síðan skot af, hvað er það, varnarmanni. Fór á hliðinni. Stór hætta. Sjáum hérna, hann er kannski full værukær hérna, bara inni lokaður af 3 en bjargar því sem að þurfti að bjarga. Ja, svo er spurning ef að Skagamenn muni bara ekkert hvíla og muni bara keyra á þetta því að það vantar aðeins upp á markatöluna til þess að ná afturheldingu þar. Já. Það er náttúrulega bara auka stig. Það eru tíðindi úr Grindavík. Já. Þeir komnir yfir 1-0 gegn Leikni. Símon Logi hefur verið heitur undanfarið. En markalaust á Ísafirði. Arnleifur á Jón Hlynur ætlar að setja langan bolta inn á Albert en ekki nógu nákvæmt. Albert vildi fá hann aðeins utar. Rangstaða flögguð og dæmt. Arnleifur settur undir pressu hérna, nær að leysa það. Pontus, Albert kemur niður, sækir hann, missir hann af honum en Arnleifur hirðir hann upp. Hlynur, þetta er svona einhver pínu værukærð kannski. Já, en það er þá gott að Jón Þór er hérna uppi það og setur bara strax alveg kröfur á það. Já. Vel gert að vinka hana. Arnleifur losa hann bara upp í svæðið. Það er beint á Anton Breka. Þorkell. Kemur langur bolti. Þetta er bara beint frá hliðalínunni. Baldur Már var að kalla akkurat þetta á Þorkell að setja háan inn fyrir aftan Pontus. Kemur langur bolti fram. Viktor nær ekki til boltans. Arnór brýtur af sér. Fyrir hálfleikur hálfnaður. Skagi með mjög góða byrjun en það er eins og bensínfóturinn hafi aðeins lyfst. Já, sem að er svona bæði skiljanlegt og ekki. Ég meina, eins og ég var að koma inn á spurning markatölu sem gæti náttúrulega bara ráða úrslitum á lokum ef að bæði lið eru í 3 stigunum allan tíman. Árni Marino ekki í vandræðum með þessa aukaspyrnu yfir á Arnari. Leitar að Alberti, finnur hann er að koma á Breka. Breki aðþrengdur. Allir á
Alemorevic Anton Georgi Panic og já, þarna kannski sér bara vantar gæði þarna þessum síðasta þriðjung kalla. Akkurat, það er bara vantar gæði og það er svona virðist vera lítið chemistry í gangi. Ég meina það er eitthvað af nýjum leikmönnum sem voru bara komið inn í gær eða fyrradag og svo er aðri sem hafa verið dálítið á bekknum og hérna það er svona, þú veist, svolítið skrítið bragur á æðisliðinu akkurat núna. Gísli, Arnleifur á flegiferð hérna upp vinstra megin. Vant að fá sendingarna svona fyrir aftan sig, þú veist að hægja á sér. Já, Arnór yfir á Albert sem er dæmdur rangstæður. Þá getur þessi hugmynd hérna, Breki lét hann fara. Sýndist Albert vilja vera á leiðin inn á við hérna en nýbúinn að biðja með boltan svona utar henni að maður veit ekkert alveg hvað hann vill. Stefán tekur þessa aukaspyrnu, langur bolti út á vinstri kantinn. Hákon vinnur boltan. Pontus og pressaður á Átna, kannski finna telja sér finna möguleika þar. Vel gert hjá Alberti, mætir hann bara beint fyrir aftan Breka sem að misti af skallanum. Viktor Ingi með honum inn á teiknum, nær að fá boltan í fætunar hér, heldur honum, leggur hann út á Breka en það er Atli Rapp sem að kemst inn í sendinguna. Þórsarar búin að jafna eftir að Þróttur klúraði víti. Lennon fekk ekki einu svona að fara á punktinn. Hinrik Harðarsson sem að skoraði fyrsta markið, hann klúraði vítinu og okkar maður, Alexander Már Þorlarsson, er búin að jafna. Já, gaman að skaga tengingunum alltaf. Já. Og tíðindi að vestan, maður minn. Já, heldur betur. Silas Songani búinn að koma að vestramönnum yfir gegn afturheldingu. Þessi spilna hjá Arnóri ekki nægilega góð. Já. Það er alltaf einhvern veginn, það er verið svona úrslitin verið að falla eins og staðan er núna með skagamönnum. Já, ég meina það er bara momentum í liðinu og sömuleiðis er það alls ekki hjá vinum okkar úr Mosó. Hann er að spila boltanum! Það grínast í mér! Hann er að spila boltanum hans! Ég hugsa að þetta sé rétt hjá Baldurni. Þegar að Pontus reynir að leika boltanum en hittir hann ekki, þá er komið nýtt moment. Þetta er rétt hjá sem að Baldurni er að kvart undan. Getur ekki dæmt á ránstöðuna þó að sóknarmaðurinn hafi verið ránstæður þegar að boltinn fór af stað. En þegar að Pontus leikur honum og hittir ekki að þá komið nýtt moment. Já. En það er kannski alltaf að halda því til haga að eins og staðan er akkurat núna að þá eru skagamenn að jafna afturöldingu að stigum en eru áfram í öðru sætinu á markatölu. Algjörlega. Hákon með boltan fyrir þeir ná að reynsa þetta frá. Góð sprettur þetta og góð sendingana hjá Albertíðin fyrir. Arnar rekið niður í hotn hérna, gerir þetta nú vel. Já, ég leysi þetta ákveðlega. Það er nóg pláss hérna úti í hægra megin. Á Panic. Kemur Anton Fannar aftur á Panic, færir hann yfir, kemur skotið en það er yfir markið, ágæti sókn, svona kannski skásta í rauninni spil. Já. Ægismanna upp öllin. Ég held að það sé alveg rétt, Aron Fannar svo hann með skotið. Þetta var ágætlega gert hjá Ægi og þarna opnaðist mjög mikið pláss. Sáum hann styrkin í Viktor Jónssoni. Þarna verður hann að fá aukaspyrnu og þetta er allavega gult spjald í það minnsta.
Ha? Ekkert spjald eða Bíddu nú hvað? við. Þetta er brot og guldspjald þarna Já, og svo eiginlega líka þarna. já. Og ekkert spjald á loft eða hvað? Jú, það kom hann í seinni bylginni. Hver var það sem fekk það? Það var hann Anton í vörninni. Anton Breki. Þannig gæti ég alveg séð Arnór Smárasson prófa að láta vaða. Þetta er klárlega skotfæri. Já, ég held að það sé eitthvað að kvísla sko. Arnleifur stillir sér upp á það vinstri fætinum. Sýnist Arnleifur reynda að vera líklegri en það gæti verið eitthvað uppteiknað að fara að eiga sér stað. Það er Arnleifur sem tekur skotið og það er Stefán sem að næra slá hann yfir. Já, verður þetta vel. Hörku skot hjá Snýr Arnleifi. sig frá. Þetta er nú svo sem beint á hann. Já, Það hefði alltaf gert á kröfu, hann hefði varið þetta, ekki spurning. korter eftir að fyrir hálfleik að væri ansi gott að ná 1-2 mörkum, þannig að þetta sé bara alveg steindautt farið inn í hálfleikin. Já, það er Arnór sem tekur hotspyrnuna. Breki næra fleitunum aðeins áfram hann. Hlynur leggur hann út á Albert, fínasta sending út á Arnór. Arnór setur hann yfir á fjær. Það er Hlynur Sævar mættur en þessi er aðeins og hár fyrir hann. Aðeins og langur. Kemur langur bolti fram yfir Hlyn, Pontus klár fyrir aftan. Arnleifur missir á honum. Klaufið hana, sendinginni sendingin fyrir í Aron gegn. Fannar, Hákon og eftir honum. Það gerir þetta vel, stígur þetta bara inn í hann. Já, virkilega vel gert. Gerir alveg nóg og ekkert meira það. Panic Svolítið mikið pláss þarna núna. að vilja fá hann aftur. Hákon gerir já. vel í að stíga hann út þarna. Sinni varnavinninu vel þarna. Hákon Ingi, Þetta er bara nákvæmlega Hlynur full mánuði. aðgangsharður þarna. Og það eru svona hlutir sem eru tækifærin fyrir ægismenn. Já, algjörlega. Ekki gott að hleypa þeim í einhver svona möguleika. Það var bara ójafnvægi á skaðaliðinu hana. Já, þetta er klárt brot. Er það Alomirovic sem að Já, hann er alltaf að er að stilla sér upp. stilla þessu upp? Já, Arnar Logi hann er klár líka. Alomirovic með skot en það er vel yfir. Það er bara í klukuna. Svo opnast bara fyrir Breka hérna aftan og Frábælega gert. gerir vel í að sækja hann að bolta. Leggur hann á Arnór. Skot í varnamann. Það er þurft að koma mark út úr þessu. Já, þetta var virkilega vel gert hjá Breka. Sterkur hérna. Finnur ekki alveg sendinguna þar að taka hann nokkur auka touch. Já, en ægismenn á að loka vel á skotið hérna. Já, Anton Breki kastaði sér fyrir. Jón Gísli fastur fyrir beint í fangi á Stefáni. Já.
Anton snöggur að taka þetta, er skaða með vinna boltan að Panic hérna, Arnleifur með Libra takta. Jón Gísli fær að hljópa bara hérna eins og hann vill, stingur síðan inn fyrir á Albert. Ekki rangstæður. Albert fyrir markið á Viktor sem hann nær ekki að taka hann með sér en leggur hann út á Inga og svo Breki Þór í skoti varnarmann, fær hann aftur og frábæla vari á Stefáni. Þetta er ekki búið, Albert komið með hann hérna á Arnleif, hann út í teginn, skot frá Inga, nei Viktori segi ég. Já. Þetta á Ía, já. Þetta var hörku sókn hérna. Já, hvað var þetta mörg skot? Ég held að ég hafi talið allavega 3, ef ekki 4, Breki með 2. Þetta er frábær markvarsla. Já, þetta er mjög vel varið því að Breki sparka fast í boltan. Og Skagamenn hérna nálægt því að bæta við 3. markinu og í rauninni endanlega gera út þetta nánast í fyrirháleik hér. Já. Kemur en kastið frá Jóni Gísla, það er langt, Hlynur nær ekki til boltans, Viktor skallar hann að markinu en Pontus nær ekki til hans. Þannig kannski allt til að vekja athygli á því að næsta beina útsending okkar á IA TV verður á laugardaginn klukkan 4 þegar að kvennalið IA tekur á móti Völsungi í annarri deild kvenna. Frábær sigur hérna í síðasta heimaleik gegn Fjölni í stórskemmtinu leik. Hvernig er þetta? 3-4? 4-3 fyrir Skagan og það var svona, eins og ég segi, þetta var svona síðasti möguleikin að halda sér í toppáráttunni í rauninni og halda þessum draumi lengjadildar næsta ári á lífi. Já, sem að gerðu. Já. En er þessi hérna önnudelt kvenna ekki bara algjört þvæla? Það er rosalegu pakki, þær voru í 7. sæti fyrir leikinn og eiga leikti góða sem að þýtti að þær getur jafna við toppliði sko. Þannig að þetta er hún hefur spilast mjög skringilega. Vel gert hann að Hlynur skerinn í kasti frá Stefáni út á Georgi Panic. Eftir ágæti sóknarna hefur í að Albert út í hægra megin og kom með krossum að Stefán handa með. Anton kastar þessu inn hérna, þetta er mjög skemmtilega gert. Vel gert hjá Arni Fannari. Arnar á Aron. Átni Marino út úr teignum. Langur fram. Hérna bolti, hvar erum við? Þetta slitnaði svolítið mikið í sundur. Þorkell að finna samherja þarna. Anton tilbaka á Artgrím og Anton aftur. Það var þungsnerting. Já, Antoni Breka. Arnar með boltan háan inn á teig. Átni Marino. Gaman að sjá Hlynur varðan hérna með líkamannum steig út. Já. Gerir vel þar. Sjáum að áallan ferir Hákons hinga upp hægri kantinn, halda áfram. Þessi sendingur þetta mjög skrítinn. Já. Hákon auðvitað mjög sóktjarfur bakvörður alltaf verið. Já, mjög gjarn á að taka þátt í sókninni og hefur svona eiginlega bara alla sinn feril, lagt upp mikið af mörkum og búið til mikið af færum og gerir hlutana einfalt, fer bara eftir því sem að tala og það þegar að menn eru saman á sama máli með hvað það varðar að þá er alltaf hægt að búa til færi. Þá geta gestirnir sótt hratt. Panic Sævar fylgir honum og stígur inn á háréttum tíma.
Ég verð bara að segja það að Linus Sævar hefur verið algjörlega frábær á þessu tímabili og sömulegis bara með Val hérna sér við hlið að mér finnst Val hafa vaxið alveg rosalega á þessu tímabili sömulegis sem hafsend og undanförnum leikjum bæði á móti Gróttu og móti Fjölni hefur hann bara verið langbæsti maðurinn á vellinu að mínu viti og hérna það er búið að vera ótrúlega gaman að fylgjast með þessu hafsendapari þannig auðvitað hafa þær aðeins verið að missa úr núna til skiptis en ég efast ekkert það að þegar þeir eru báðir heilir og klárir að þá er það hafsendapari sem að Jón Þór vill nota en Aron er að stíga Pontus út þarna Arnar en Pontus stoppar það en Aron aftur komið með boltan hann Lomerovic en skalið allt komið aftur fyrir boltan handa Já, það hefur engin alvöru hætt að skapast nema að Árni Marinó var aðeins og kærulaus. Já, það var svona heima tilbúið. Já, eina almennilega hættan sem að Ísmenn hafa fengið. En vinna boltan hérna hátt á vellinum. Linus Sævar vilja nú meira að hafa fengið hann í höndina þarna. Já, hann aldrei. Þetta er svo. Anton Fannar beint á Hlyn. Hlynur lyfti fram á Viktor. Hann kassar hann niður hérna. Gerir þetta vel. Arnleifur á Jón. Fær hann aftur. Frábærlega spilað en snertingin á Arnleifi ekki góð. Já, opinn hann að völlurinn hallar aðeins. Rétt að rifja upp stöðina í öðru leikjum. Já, svolítið síðan við komum inn á það. Grindvíkingar sem að nú svo sem valdið, vonbrigðum í sumar. Töluverðum vonbrigðum. Það hafa aðeins verið að vakna til lífsins í síðustu leikjum. Já, eftir þjálfarskiptin. Það verðist einhvern veginn, ég veit ekki hvort þetta var bara orðið dálítið þungt eða auðvitað fá þeir allt öðru sér típu inn á æfingarsvæðið sem er láta Helga sig sem er svona kannski minni pælari, meiri stemming og læti en Brynjar Björn svona aðeins rólegri og yfirvegari í sinni nálgun og ég held að hann pæli meira í fótbolta og taktík heldur en Helgi sig til dæmis. Já. Það er svona, það getur ýmislegt breyst þegar þú skiptir þjálfara og eins líka bara sömulegis önnur þjálfara skipti í deildinni, Njarðvíkingar hafa virkað vel hjá þeim. Já, og mér sýnist Gunnar Heiðar bara vera góður þjálfari. Ég meina, hann kom að inn þegar Jón Þór kemur til IA, fær lítinn tíma eins og Jón Þór hjá IA hjá Vestra, sem sagt, Gunnar Heiðar hjá Vestra. Gerði ágætis hluti, liðið var að reyna að spila fína bolta og það sem að gerði hjá KFS er náttúrulega bara frekar undravert í rauninni sko, með ekki meiri gæða leikmenn heldur en hann hafði þar en samt að spila frábæran fótbolta og náði einhvern veginn bara til þeirra eins og engin annar myndi gera sko. Akkurat. Tafa boltanum hérna. Þetta er klaufarlegt að missa boltanum, það er algjör óþarfi. Ekki verið mikla tafir á þessum fyrri hálfleik. Nei, ég ætla að flytja ekki bara strax að. Þetta er frábær sending Árni Marinó og rennur í útlaupinu. Vá, þetta var bara mjög tæft. Já, þetta var virkilega tæft, sjáum þetta hérna aftur. Brynjólfur Þór í góðu hlaupi, þetta er frábær sending hjá Aroni Fannari. Ég veit ekki alveg hvað Árni Marinó er að viðsennast þarna.
Já, stál heppin í rauninni að þessi hitt ekki Já. að markið, Mjög heppin. en sendingin í gegn og hlaupið virkilega snirtilegt. Mjög svo. Og Ægismenn halda áfram að sækja hérna og Pontus gefur hotspinnu. Það gæti nú breytt dýnamíkin í leiknum að ef að Ægismennum tekst að skora hérna undir lok fyrirháleiks. Já, ég held að það myndi líka breyta hálfleiknum hjá Skagamönnum. Ég hugsa að það verði töluvert meiri hiti inn í hálfleik ef að þeir ná að minnka munin en rétt fyrir hálfleik eftir alla þessa yfirburði fyrsta hálftíma. Panett svo til hægri, Amorovic kemur honum inn á teginn, hver annan Hlynur Sævar í boltanum og það er bara síðan flautað af. Jájá, 20 sekúndur. Já, það var bara rétt hálfspinnan. 2-0 staðan, það var Viktor Jónsson sem kom Skagaliðin yfir á 12. mínútu. Skulum rifja upp mörkin hérna áður en að við tökum okkur pásu. Skemmtilegur undirbúningur að þessu marki. Já, sjá hvernig þessi reynslu mikli og kraftmikli frammeiri bara tekur hennan unga og efnilega leikmann og eiginlega bara snýtur honum inn í marktegnum. Og það var síðan á 16. mínútu sem að Viktor bætti við öðru marki eftir sendingu frá Hákon Inga. Kunnulegt stef. Já, algjörlega. Skalli af marktegnum og staðan 2-0 byrjaði vel. Síðan hefur þetta svona dofnað yfir sem að var farin að hugsa býtu hvað verða mörkin eiginlega mörg. Það voru svona eins og Skagalið, það var aðeins bara það vantaði svona aðeins meina svona edgið í þá eða svona síðar hluta fyrir hálfleiks. Algjörlega og svona þeir sjálfur hleyptu Ægismönnum inn í leikinn með því að svona aðeins bakka í hápressunni og fyrstu pressunni og gefa þeim meira pláss til þess að leita í og ég efast ekki það fyrstu allavega 15-20 í síðara hálfleika þá verður það komið aftur. Það verður alveg pottþétt farið yfir það að það sé eitthvað sem þarf að halda áfram og já, ég hugsa að Skaginn mæti mjög grimmir út í síðara hálfleikin vitandi það að Afturelding sé að tapa fyrir vestan. Já, og ekki bara 1-0 heldur 2-0. Takk fyrir það. Það er bara svoleiðis. En við Sverrir ætlum að taka okkur hérna pásu líkt og aðrir hér og takkum kærlega fyrir í bili og sjáumst eftir cirka 15 mínútur. Yes.
Já, ánandi góðu, velkomin aftur með okkur hérna á Norðurálsvöllin. Það er Ægir, staðan 2-0 fyrir Viktor Jónsson með bæði mörkin í fyrri hálfleik og engar breytingar á liðunum í hálfleiknum virðist vera. Nei, mér finnst ekki. En skaliðið náttúrulega var, þetta er náttúrulega mjög verðskuldu fórusta þráttur að sko í rauninni vorum að hugsa þetta mitt í hálfleiknum að þú veist maður bjóst við því að þegar það voru 2-0 eftir 16 mínútur að það myndi bara opna alla flóðgáttir, en það var ekki alveg raunin. Nei, það er ekki hann. Ég er svona tók aðeins Petralna af benskjöfunni og fótinn af Petralum og hérna en hörku spurning, hvað sagði Jón Þór í hálfleiknum? Hvað heldur að hann hafi viljað sjá betra? Ég hugsa þekkjandi Jón Þór rétt að hugsa að hann hafi bara verið mjög ósáttur með síðasta korter í fyrirhálfleik og hafi bara verið dálítið fúll upp í klefa að einhverju leyti sko, auðvitað ánægður að vera yfir og allt það en hann veit alveg hvað er undir og hérna veit alveg hvað er hægt að gera, þannig að ég er nokkuð viss að hann hefur aðeins kveikt á mannskapnum og hérna vilji fá nokkuð mörk í viðbót. Já, var einhvern veginn orkustíð, einbeitingin, þetta datt allt saman einhvern veginn svona mikið niður. Já, og þetta fer allt saman líka og ég meina vera að koma til 2-0 yfir og finna þessa yfirburði að þá oft kikkar hausinn inn og hérna menn svona leyfa sér að gefa þess minni í þetta sem að bara má ekki. Nei. Þegar við sáum það alveg að Ægir hefði alveg hæglega að geta náð inn marki bara með jafnvel 2 ef maður telur allt með. Já, bara með aðeins meiri gæðum og svona kannski aðeins meiri heppni. Bara rétt að rifja það upp að Vestramenn skoruðu seint í fyrri hálfleik og eru 2-0 yfir gegn Afturheldingu. Sæmuleiðis bætti Njarðvík við marki seint í fyrri hálfleik og eru 3-0 yfir gegn Selfyssingum. Já. Grindavík ennþá 1-0 yfir gegn Leikni og staðan í leik Þórs og Þróttar 1-1. Getum ekki sagt að Rafael Viktor sé einn af stóru sigurvegarunum í Lengjudeildinni í ár. Eftir að hafa verið kastað í viðtali af fyrirverandi þjálfarunum Arnari Hallssoni og kemur svo aftur inn í liðið og hérna, svo er Arnar Hallsson látið fara og hann er búinn að gera svona að raða inn. Þetta er margslungin íþrótt. Heldur betur. En skalið er þá skipað eins og það var í upphæðu leiks. Árni Marino í markinu, Pontus og Hlynur Sævar í miðri vörninni, Hákon og Arnleifur í bakvörðunum, inn á miðjunni Arnór Smárásson, Albert Hafsteins og Jón Gísli Eyland og fremstu 3 Ingi Þór, Viktor og Breki Þór. Lið Ægis er þannig skipað í markinu Stefán Þór Hannesson, Anton Breki og Arngrímur Bjartur í miðri vörninni og síðan eru þeir aðra leikmenn hérna Aron Fannar, Atli Rafn, Þorkell, Arnar Logi, Anton Fannar, Georgi Panic, Brynjólfur Þór og Bele Alomerovic. Ég skal ná þessu. Bele Alomerovic. Já. Pappans Alomerovic spilaði eitthvað með Val í Estel. Já, það er bara svoleiðis. Man ekki nákvæmlega fyrranafnið á honum. En Bele er uppalinn í Val. Já. Og hann er Íslendingur. Þá köllum hann Bele. En Jón Gísli að grýta þessu inn á teig hér. Hlynur Sævar nær ekki að fleyta honum áfram. Jón Gísli fær hann til sín aftur. Setur hann inn á teiginn. Ægismenn í smá vandræðum að koma þessu frá, en gera það þó. Hákon vel staðsettur þarna. Kemur hann á Breka. Hann fer í árásina. Hákon með fallega sendingu, Breki með boltan fyrir og aftur fyrir vona á markið. Skemmtileg sending frá Hákoni hann í gegn.
Þorkell á Pele. Engin aukaspyrna dæmd. Ingi á Albert. Albert finnur ekki skotið, setur hann fyrir marki, Breki kemur, skalla frá að varnari. Kom hann að lítið hik á Albert sem að lokaði öllu mögulegum. Arnleifur setur hann innan markinu, reynsa frá. Svo náttúrulega gleymu því að vantar lykilmann og bara þeirra besta mann hjá ægi fyrirliða liðsins Stefán Dabetic sem hávaxinn vinstrifótar hafsend og algjörlega yfirburða maður í þessu liði og hann ekki með í dag heldur. Þannig að þeir eru töluvert vængbrotnir í dag. Kemur aftur langt innkast, Hlynur aftur í boltanum, nær ekki til hans. Setur fína pressu og hleypir þeim ekki í ykkur skyndisókn. Þorkell. Sjáum að háa pressan komin aftur. Þeir eru farnir að setja alvöru pressu á æslið og leysa nú ágætlega út úr í þennan Arnar Logi með smá lukku. Alli aftur út til hægri og Anton Fannar. Margir fram á við hér. Aron með skallan. Þetta var dauða færi. Hann er bara að gera betur hana. Sjáum þetta hérna. Fær allt of mikið tíma til þess að krossa. Allt of mikið tíma. Hákon gleymir sér aðeins hana. Og í rauninni Skami stálahefnir að ná ekki að stýra þessu því að þetta virtist vera nokkuð frýr skalli. Já. Átni, slökspyrna, nei, hún er beint á Inga. Já, komnir í gegn. Albert á Breka. Albert tekur hlaupið, Breki setur hann inn fyrir. Albert, aðeins. Aðeins svo innalega. Aðeins svo innalega. Anton Breki sem að hreinsaði þetta frá. Árumann gerði kláran heyrist af bekknum. Já, fríska. Hver það sem að heldur að þurfa að víkja? Ég hugsa að Albert Hafsteins kom út af. Ingi fari í hóluna. Jón fær hann aftur hérna út. Inn að markinu. Hættulegu bolti. Þarna vantaði gul og trey á fjárstöngina. Já. Ég gefi ægismennum greiði fyrir það. Þeir eru ennþá að reyna að spila út. Þeir hafa listan okkur sinnum en ekki alveg nægilega oft. Sennilega fyrir það sem þeir vilja. Gert hjá Arnóri. Kemur boltanum á Pontus. Pontus með tæpa sendingu hérna. En Hákon nær þessu. Og Jón Gísli með skrítna sendingu. Já. Smá panik. Já. Hversu auðvelt er það fyrir leikmann nú eins og þú komst nú inn á hérna fyrir leika að Jón Gísli er náttúrulega miðjumaður í grunninn en hann er búinn að spila bakvarastöðuna núna undanfarin ár þegar hann hefur verið að koma inn í skalið að vera droppað inn á miðjun aftur er erfitt fyrir leikmann að í rauninni þú veist að gíra sig inn á þessa stöðu. Já, aftur. Já, það getur alveg verið það. Ég held að þetta er hann þrátt fyrir mörg ár í meistaraflokki og er hann ennþá ungur og ég held að það hafi líka svona ýmislegt að segja að hann er kannski ekkert reynslumesti maður í heimi. Nei. Reynslu meiri maður á örugglega í minni vandræðum með þetta en ég held að þetta sé alveg flókið að því að þetta eru alveg að margan hátt mjög ólíkar stöður. Þú sem hægri bakvörður þarftu bara að pæla í pressu framan á þig og svo ertu með línuna hinum megin við þig
En inn á miðunni er allstaðar hætta. Já, Arnar með sendingur hérna inn á tegin. Það vildi nú Albert Hafsteinsson fá aukaspinn. Ég held hann hafi haft nokkuð til síns máls. Já, kasta niður í jörðinu hana. Aftur á móti hafa margir leikmenn flakkað á milli þess að vera hægri bakverðir og djúpir miðjumenn. Ekki Pálmi Haralds meðal hans og svo bara stærri dæmi eins og Philip Lahm. Já, Phil Neville, við styrum konur í Phil hana. Já. Ég man ekki eftir honum á miðunni. Já, það var nú svona sem ekki, það var nú oft í neyð sko. Já. Það John O'Shea var hann líka. En Ægismenn eru að ná að spila sig hérna upp að Pontus tekur þennan bolta og Árni hirðir hann. Árni spilnir hérna út til hægri Viktor A1. Og hittir ekki eins og skallan, lætur hann ekki vita. Kaldur hana. Já. Stefán Sultu slagur hana, Viktor í nálægt í að komast í boltan hana. Ég búinn að breyta sko, ég held að hann sé að fara að taka breyka út. Já. Hákon, gerir þetta vel. Við erum að sjá svona aðeins breytta hlið á Hákoni frá því að hann var hérna á Skaganum síðast, þá með Kára. Arnleifur út í tegin og Breki með skot, tíminn átt yfir. Hann er orðinn tölvöld yfirvegari leikmaður. Hann var svona mjög heitur og það snerist allt að keyra af stað og keyra í sókn og þú veist, inn á milli mörg lítil mistök, en það er einhvern veginn, hann er orðinn tölvöld þroskaðari, yfirvegari leikmaður sem að svona með öðruvísi áru yfir sér inn á velli heldur en oft aður. Það er alveg sammála því, við náttúrulega við á IATV þekkjum hann og munum vel eftir honum og áhorfendur okkar líka. Hann svo sem aldrei mikið lokkmólla í kringum hann. Nei, það hefur ekki verið heldur á meðan hann hefur verið í Vestra og Kórdrengjum. Breki fastur fyrir Hlynur Sævar Jónsson. Að sjálfsögðu mætturinn í teig hvernig anskotan var að gera þarna. Þetta var ekki fast leikadri. Nei. En Hlynur Sævar bindur hérna enda hnútina á sók sem að hann í rauninni hóf. Já. Sjáum þetta hér, hérna er Hlynur með boltan. Já, keyrir hann að stað bara og svo mættur á fjæðstöng. Þetta er góð fyrirgjöf að Breka, bara fastur inn í pakkan. Virkilega vel gert. Ég ætla að setja hann ekki með hægri í vinstri og það er að leiðandi fyrir aftan markmann. Já. Aftan skuttluna hjá hann. En já, þetta kom nú svo sem upp úr, það er ekki eins og þetta hefði legið kannski beint í loftinu. Nei, alls ekki. Þannig séð, það þurfti eitthvað sérstætt að gerast. En gríðarlega mikilvægt mark hins vegar. Mjög svo þetta margumtalaða þriðja mark. Já. Og nú er spurning hvernig ægismennir takast á við þetta áfall. Arnór, þetta verðist hafa kveikt allavega í skagaliðinu. Albert á Hákon, Breki með honum hérna, Arnór líka. Arnór setur hann út á Breka, út á Arnór. Erfitt. Pínu flókið. Sýnist á textalýsingu að Afturhelding mæti mjög grimmir út í síðar hálfleikinn. Hákon Ingi væntanlega að næla sér í gult spjald hér. Já, þetta var klöguleg varnarleikur. Hann svona sá aðeins af boltanum og var aðeins og seinna bregðast við það.
Það er Albert Hafsteins sem að kemur út af. Ingi fer inn í hóluna. Já, Ármann Ingi. Nú er eins og þú sagðir áðan, nú er undir honum komið að nýta þetta tækifæri. Já. Klárlega leikmaður sem að ætti að geta sprengt upp hérna. Alveg klárlega og hefur hæfileikana til heldur betur með alvöru sprengikraft og góðan vinstri fót, flotta tækni og svona allavega þeir sem að þekkja hann og vita hvað í honum býr að við ætla ég að segja, þjálfa hann í þriðjaflokki. Við höfum verið að bíða dálítið eftir að hann stíu upp og nýti þá sjansa sem hann fær. Hann heitlaði nú hérna, hann fekk tækifæri í fyrra. Já. Gott að hann skoraði ekki allavega eitt mark hérna á Norrálsvellinum. Gerði það. Stóð sér frábælega þá. Kom nokkur sinnum ágætleginn og ég meina það er náttúrulega líka auðvelt að vera pressulaus og ungur og engin býst í rauninu verið við neinu. Þá er auðvelt að koma inn á en núna svona var verið að vonast eftir honum. Dauðafæri hér fyrirgeðu. Já, og búist við meira af honum og þá er aðeins meiri pressa og þá er flóknara. Frábær sending og Ármann er að sleppa hérna í gegn Stefán út úr teiknum. Ármann ennþá með boltan, leggur hann út á Viktor sem að setur hann yfir markið. Viktor Jónsson. Óeingjarn hérna. Já. En sendingin frá Inga hérna hárnákvæm. Maður með fullt sjálfstraust hefði bara keyrt á staðarna áfram á hægri fótinn og lagt hann inn. En hann vildi fara á vinstri og líður betur þar. Já. Þetta var akkurat mómentið fyrir Ármann Inga eins og við vorum að tala að grípa þetta. Fara bara og taka af skarið og klára þetta færi. Leikur Gróttu og Fjölnis hafinn. Það er síðasti leikurinn í þessari umferð. Aron fer í skotið og Árni Marino gerir vel. Búinn að vera sprækur Aron Fannar á köflum hér. Hann var ekkert alltaf í byrjunarliðinu hjá ÍR-ingum í annarri deildinni. Kerði þar 4 mörk í 11 leikjum. Breki komin hann út á vinstri vænginn. Ármann kemur á hægri. Það þýðir einfallega það að þeir vilja ógnina frá bakverðunum upp og kantmennunum inn á völlinn. Annað innkast. Arnar Páll Mattíasson að gera sig kláran. Já, hann láni hjá FC Árbæ í 3. deild fyrir hluta tímabils. Kallaði tilbaka í Manneklu í Þorlákshöfn. Hver er það sem fer að velli? Georgi Panic. Brynjólfur fyrir hægri kantinn. Arnar Páll er hafsendið að djúpu miðjumaður upplagi. Ólíklegt að hann sé á leiðinni í hóluna fyrir Binna en sjáum hvort það verður eitthvað fleiri breytingar hann á leiðinu. Hlynur. Ármann fer yfir á vinstri, setur hann inn á tegin, ná að hreinsetta frá. Haldaði til haga að Hlynur Sævar var að skora sitt 7. mark á tímabilinu. Úr hafsendinu. Jón reynir að finna Arnór aftur, gengur ekki í vinnuboltan. Engin aukaspyrna dæmt. Ármann, sendingin ekki nógu nákvæm.
Selfyssingar búin að minka munin Vel gert hjá Árni. á Selfossi. Staðan 3-1 fyrir Góð hugmynd Njarðvíkinga. þarna hjá Jóni Gísla. Sorry, ég er alltaf að gripa fram í Það er allt í góðu sko. Grótta komur 1-0 yfir. Lánsmaðurinn úr Víkinni, Sigurður Steinar Björnsson með marki. Afturhelding, varst að koma inn á það? En ég var að koma inn á það. Selfyssingar voru að minka munin. Já, afturhelding voru að gera það sömuleiðis. Nýji maðurinn, Ivo Barras. Já, allt að gerast hér í upphafi síðari hálfleiks. Ármann í pressunni. Hákon kemur líka, hann er að stinga sér fram fyrir Arnar. En boltinn út af. Ingi brýtur af sér hérna en leikurinn fær að fljóta. Skiptingin yfir á Anton Fannar. Reynir sendingunni gegn, stoppar á Jóni Gísla. Ingi á Breka. Það vel gert til Breka. Frábært. Finnur Arnleif hann með no pláss. Leggur hann út fyrir tegin hérna á Inga sem fer í skoti með vinstri fæti. Ármann kemur boltan aftur fyrir markið. Arnór á Arnleif. Boltinn aftur inn að markinu Ekki nægilega vel framkvæmt hjá Arnleifi. en hörku fín sókn hérna ef við náum að sjá þetta aftur hér. Gott skot með vinstri og Inga hefði viljað leggja fyrir á hægri fótinn en tóka með vinstri og þetta er vel varið. Svo sem ekki minnst að það er einnig verið að leika í bestu deild kvenna, leikur Já. sem að hófst á svipuðum tíma og leikirnir klukkan 6. Stjarnan 3, Breiðablik 0. Staðan þar, Jón Gísli skotið. Fylgdi hann aðeins hrun bara hjá félagi. Já, það er eitthvað skrítið. Já. Það er eins og sé eitthvað í gangi á baku tjöldin í Smáranum sem að maður svona næri ekki alveg að setja fingur á. Hvernig þið mistókst að vera bikarmeistarar kvennamegin er náttúrulega með hreinum ólíkindum í rauninni í sögulegu samhengi. Algjörlega. Sögulegu leikur í meira lagi. Já. Átni á Pontus aftur. Jón Skemmtilega list. Reynir sendinguna yfir á Ármann, gengur ekki. Það verður Ingi bara að taka. Já, hoppaði upp úr þessu Þorkell, sterkari bara einfallega. Spurning hvort að Aron er rángstæður hérna, nei. Fer í Árusson á Pontus á vinstri fótinn, setur hann fyrir markið. Hver annar en Hlynur Sævar er þar. Svo er það sér alla boltaðin í teg. Ægismenn eru að halda boltanum aðeins hérna. Alla jafna er það yfirleitt vont fyrir andstæðingaskagamann að halda boltanum of lengi því að sprengja skagamenn yfirleitt bara upp á bakvið og ná inn marki. Já, slökk sending hérna úr vörninni.
frá Arnari Páli. Viktor gerir þetta vel. Breki síðan reynir sendingur í gegn. Stefán kominn hérna vel út úr teiknum og kemur boltanum bara á Árna Marino sem að reynsar hann ekki allavega út af. Arnalói setur hann yfir á fjær. Skagamenn á að vinna úr þessu. Arnleifur kemur með boltan út úr vörðinni. Tapunum aftur. Hákon vel staðsettur hérna. Þetta staðan að Jón Gísli gerir þetta vel. Aron Fannar svo brotlegur. Martin Theodors koma á bekkinn hérna. Hallur Freyr, styrstaþjálfari, aldrei verið jafn glæsilegur. Eldir hann hérna í humátt. Skrítið spil hérna hjá Skagamönnum. Já. En leysaði úr því. Ármann fer á stað. Hákon með honum hérna hægra megin. Ármann með sendingunni gegn á Viktor Jónsson og Viktor! Frábælega varði á Stefáni. Reynir klofið þarna en hann næra loka því. En þarna sáum við Ármann í sínu besta standi. Gott laup. Já. Og sendingin í gegn hárnákvæðum. Og Viktor hérna á uppin að ná ekki þrennunni. Já, búinn að fá 2 núna, alveg dauða færi Viktor Jónsson. Hann virðist ekki alltaf að taka þrennuna í dag. Hann þarf að fá eitt erfitt færi. Hann er góður í þeim. En Ægismenn ekki að baki dottnir hérna. Kemur boltinn inn á tegin. Pontus skallar að frá. Jón Gísli síðan á Inga. Hann á Ármann. Og boltinn tilbaka á Árna Marino. Hákon tilbaka á Pontus. Þetta er typesending. Pontus eppin hérna. Þetta er svona full væri kært eitthvað hér. Já. Það er svo nálægt markinu. Þetta er sver vel leist Já. á lokum. Nú kannski að róast þetta aðeins og spila hvort við náum að sjá aftur þetta færi frá sjá Viktori. Já. Skulum kíkja á það bara snöggvast. Þetta er vel gert hjá Ármanni, keyrir hérna stað og reynir honum inn fyrir. Hlaupið og sendingin. Sjáum að allt markið er galopið fyrir Viktor hann, sko. Já, maður hefði nú svona í 9 hverjum 10 séð Viktor klára þetta færi. Já, alveg klálega. Hákon inn á tegin. Þeir skallaða frá Breki. Já, gerir vel Gerir vel í þessu. Arnór út á Hákon. Hákon inn á fjær. Þetta er of aftarlega. Þeir eru fundist hægri vængurum vera að opna staðins. Já. Fyrir Skagamönnum. Spurning hvort að farið að draga af Arnari Loga hérna á kantinum. Já, og mér sýnist það og eins Þorkeli Þráin sem að ekki miklu fótboltastandi. Það er Breki Þór sem að færa að víkja. Martin Theodors að koma inn í hópinni á Skagamenn núna fyrir stötu síðan og þarf að hafa átt bara fínasta tímabil með Kára í þriðjöldinni. Þar var mikið að spila í hlutverki Djúps miðjumanns leikstjórnanda í rauninni og hérna spilaði frábærlega þar á löngum köflum í deildinni og var réttilega fyrsti maður inn aftur í alið. Já, þekkir nú til á kantinum. Já, mikið spilað þar og einmitt byrjaði þar hjá Kára
skoraði nokkuð mörk og var svo færður inn á miðuna sem hann var alveg stórkostlegur. Þorkell skallar þetta frá Beli út á Aron Fannar. Nei, ekki Aron Fannar, Anton Fannar. Já. Það er víst Arnleifur með hörkutæklingu. Ekkert spjald á loft eins og þar. Nei. Það liggur jöfnunarmark í loftinu á Ísafirði, segir textalýsingin. Vestramenn flatir. Arnar, fyrsta snerting, góð sending inn fyrir á Aron. Já, næra haldur sinu. Já, setur hann í innkast. Já, vel gert. Já, það er kannski svona skemmtilegur móli. Anton Fannar Kjartansson, já, nafni og barnabarn góðsagnar í lifandi lífi. Anton Bjarnason, Já, fyrrum landsliðsmaður í fótbolta og fleiri, öllu. já, bara í nánast öllu, já, og íþróttafrömuður. Já. Og hann er einmitt í stúkunni, það er gaman að segja frá því. Eintak. Heldur betur, hvað sagðirðu? Hann var í 14-2 leiknum. Já, og var landsliðsmaður í Já, körfubolta, blaki, handbolta. Ég er bara öllu sem hann nefndi að mæti í held ég. Ég veit, það getur vel verið að sé íkja þetta. Já, en vonandi ekki. Dimitri Kogic að koma inn á. Frábær í annar deildinni hjá ægismönnum í fyrra. Og sem og Renato Puniet. Að velli. Betri Puniet bróðurinn, segja sumir. Mun verri, segja aðrir. Atli Rafn og Bele að koma að velli. Messi skallan tilbaka. Ármann setur góða pressu en snýr svo hausnum að hefði getað tekið hennan bara. Já, Skagamenn með vinna innkastið. Selfyssingar að koma tilbaka á Selfossi, búin að minnka munin í 3-2. Já, hvað sagði ég Dín hefur eitthvað sagt í hálfleik. Heldur betur. Hann notar oft, hann kjarnirtur svona í kringum fótboltan. Hann hefur farið í enskuna í hálfleik. Hann hefur ekki viljað hugsa mikið það hvernig hann ætti að segja hlutina og hefur bara sagt það sem hann var að hugsa. Og hér er dauðafæri, frábæla var ég á Stefáni. Marti Theodós hann að opin. Skringileg í rauninni hreyfing á boltanum hann í áttina marki. En Stefán gerir þetta virkilega vel. Þetta var líka skrítin sending, einhvern veginn skrítið fluga á þessu. Já, en Hákon með boltan svona, Martin fær boltan svona mjög óvænt til sín hérna. Og svona spýtist aðeins af hausnum á Viktori líka. En langt innkast frá Jóni Gísla. Hlynur enn í baráttunni, þeir ná að koma þessu frá og þá er þeir 3-3. Jón Gísli á ferðinni tilbaka, Martin líka. Standa þetta bara. Já, ná að vinna tilbaka hérna og Ingi gerir vel. Svo
Það sést ágætlega að það er búið að vera smá álag á skagamönnum. Ég sýnist svona margir hverjir vera að verða dálítið þreyttir. Já. Næsti leikur svo á sunnudaginn. Það er mikið prógram akkurat þessi stundina. Það er það ekki Selfoss? Það er Þróttur Reykjavík. Það er Þróttur, já, það er næsti heimaleikur gegn Selfossi. Já. Það er Afisvöllurinn. Viktor reynir sendinguna, Þorkell les þetta og bregst vel við. Hann notaði ekki neitt annað í reynsluna hann að Þorkell. Já, annars var Ármann bara komin í gegn hann. En auðvitað er spurningin hvort að skagamenn finna hjá sér einhverja mikla þörf fyrir að halda upp í orkustíðin og reyna að sækja fleiri mörk eins og staðan er. Leikurinn er svona nokkurn veginn í Höfn. Já, stíðin 3 er í Höfn og en minna, það er alveg auðvitað spurning. Það væri kannski ekkit vitlaust að setja, að taka þessa þriðju skiptingu, jafnvel skipta Arnór og Viktari út af og setja Gabriel og Árna Salvar inn og láta þá kannski koma með smá orku, hápressu og læti og svona sjá hvað væri hægt að gera með það. Já. Gabriel væri þá náttúrulega að spila sinn fyrsta leik í meistaraflokki. Já, algjörlega væri það. Hefur verið náttúrulega fastamaður í Káraliðinu í sumar. Já, og var það sömuleiðis í fyrra? Já. Skagamenn spila bara boltanum tilbaka hér, reyna að veiða ægismennin eitthvað fram á völlin. Árni á Arnór, Jón aftur á Árna, kemur langur bolti. Skagamenn vinna þennan ári, er hérna 4-4 en koma þessu frá. Hákon hins vegar hirðir hann upp hérna út að hæra megin. Þenni Jón Gísli setur hann inn á tegin. Þar býður Viktor og fer í skallan og þess er ekki langt yfir. Nei. Frábær sending frá Jóni. Komir hann aðeins svo langt frá markinu. Þetta náttúrulega tækifæri fyrir Skagana þegar að spila þetta spil hérna í öftustu línu að með góðri sendingu og vinna boltan. Þá er búin að klippa út hálft ægislið. Þetta er frábælega gert hjá Ármanni. Ingi dauðafæri. Það er að klára þetta, drengur. Þetta var virkilega vel gert hjá Ármanni hann að vann bara boltan og skilaði honum inn í svæðið mjög fljótt. Hanna gott hlaup hjá Inga, fyrir beint á stað og það verður bara að gera betur. Já, hann er svona verið störa eins og sé að flýta skotinu. Já, hann var aðeins að flýta sér hann hafði miklu meiri tíma þetta. Arnór bróður hans sennilega að horfa og fer vel yfir þetta með honum. Talandi Arnór bróður, hann er að vinna boltan hérna. Skagamenn hérna 5-5. Arnór nær ekki að finna Ármann, fær boltan til sín aftur og kemur hann þá á Ármann og Ármann að komast inn á markinu og skorar! Frábærlega gert. Þetta er nákvæmlega málið, þetta er nákvæmlega það sem við báðum frá Ármann Inga. Þetta kallar maður að grípa tækifærið, alveg klárlega. Hann er búinn að vera mjög öflugur eftir að hann kom inn á. Já, þetta er virkilega vel klárað. Tikkar Arnór stóðsendingu. Þá held ég að Jón Þór hafi kallað í varamennina 2, Gabriel og Árna Salvar sem voru að hita upp. Já, ekki, það er alltaf eina vitið að nýta bekkinn eins og segir, að hvíla lúin bein. Það eru þarna
Steinar og Jóhannes Val hafa allavega ekkert farið út að hita, spurning hvort að þeir sitja inn í varmaraskýli eða hvort að þeir séu hreinlega bara heima hjá sér. Það er góð spurning. Ég hef ekkert séð þá. Nei. En hanga vestramenn á þessu fyrir vestan. Svo er spurning hvort að Halli Hróðmar sé líka veikur. Já, það er nefnilega. Hann er ekki hérna heldur. Andri Júlíusson er í hlutverki aðstoðarþjálfara hér í dag. Þá eru ægismenn að sækja. Árni Marino ekki í neinu vandræðum með þetta. Ármann bara farin að staða hérna, hvað er bara með hann? Arnór fær hann. Já. Hann kemur sendinguna út en Þorkell les þetta. Kemur hann með Arnar. Arnar inn á miðsvæði. Ingi vinnur tilbaka. Það er Puniet. Og Anton Breki tilbaka. Þorkell út í vinstri á. Aron kemur inn á völlin. Hann ákveður að fara í skotið. Flögt á honum hann en það var allt og hátt. Já. Viktor Jónsson. Já. Og það er Árni Salvar sem kemur inn á fyrir hann. Og Arnór Smárason. Já, akkurat. Hún er búin að sjá þetta fyrir. Þessi tveir eru teknir út af. Og Gabriel Þór Þórðarsson að stíga sín fyrstu spor hér inn á Norðurálsvöllin. Já. Sem gleðist honum að sjálfsögðu. Kemur inn á fyrir frænda sinn. Hann færi nú ekki fyrirlega bandið eins og Daniel Ingi hérna fyrir sumar. Nei, já, það þarf nú að gera mun meira til þess. Já. En stór stund auðvitað fyrir Gabriel. Já, skemmtilegt fyrir hann, frábært. Hann komur í boltan hérna strax, reynir sendingun í gegn. Afturhelding. Búnari að jafna fyrir vestan. Já, mann sýndi svona stefna í það í textalýsingunni, mista Elmar Kári sem er ekki skorað í ykkur 5 leikjum eða eitthvað, komin á blað. En þá óbreytt í öðrum leikjum síðan áðan. Jón Gísli. Fín pressa í Aroni þarna. Hann á nóg eftir. Kemur langur bolti fram, Árni Salvar. Skallar hann tilbaka, Ingi. Meðalaldur liðsins hjá IA hefur lækkað stórkostlega í gegnum þessar skiptingar. Já. Gabriel sendi ekki inn beint á Arnalóa. Hákon Ingi, aldursforseti 28 ára. Aron sendingin í gegn ofinnalega. Árni Marino vel vakandi þarna. Já, það er bara Hákon 95, Hlynur 99 og aðrir eftir aldamót. Skert hjá Jóni. Marteinn. Sterkur á boltanum hérna. Það er gaman að fá eitt mark í viðbót frá einhverjum af þessum ungu strákum. Gabriel Þór kemur nú bara inn á miðsvæðið og nú svo sem árundur í að tífi kannski tekja hann meira út á vængjónum. Já, hann spilar mest inn á miðsvæðinu með öðrum flokki og hérna svona yfirleitt í hólunni þar, mjög kraftmikill og áræðin en einmitt hjá Kára verið mest á kantinum.
Síðasta mínútan í venjulegum leiktíma hafin. Ægismenn leita svo sem bara að einhverju sárabótar marki hér. Já. Vel gert hjá Martini. Arnleifur tilbaka á Árna. Árni losar hann framvöllin. Anton vinnur stöðubarátuna þarna við Martein. Hlynur síðan með tæpar hreinsun. Þetta rennur út í sandinn. Ármann og frábær vörn þarna hjá Þorkalli og ekkert hotn. Það er, ég vilja meina að Þórsarar komnir yfir fyrir norðan. Já, gegn stórt fyrir Þrótti. þá. Gríðarlega sterkt fyrir þá. Ragnar Óli Ragnarsson. Gabriel sendi ekki nefna miðuna. Árni Salvar. Árni. Já, Jón finnur Ármann. Það var góð sending, Ármann var ekki alveg með kveikt á sér hana. Ármann leggur hann tilbaka og Hákon er með fyrirgjöfin í fyrsta. Ingi og það er síðan Arnleifur mættur í skotið. Já, þeir þekkja þetta eins. Þeir gera það að leggja upp færi fyrir hvort annan. Já, og mörk. Þeir svo sannarlega náðu alveg bara reglulega að tengja saman í kórtleikjunum sem hefur voru þetta bæðir vangbækverið sig hver megin og höfðu mikið frelsi til þess að sækja og hérna lögðu upp á hvern annan alveg vilt á gali. Ingi gerir þetta vel, læður honum á Gabriel út á Ármann. Gabriel fær hann aftur, kemur með hann fyrir marki í fangið á Stefáni. Þeir auðvitað þekkjast vel Ármann og Gabriel saman í öðrum flokknum. Heldur betur saman upp í gegnum alla yngri flokka, jafnaldrar og miklu vinnir. Bara spurning hversu miklu verður bætt við hér. Já, maður er allavega ekkert heyrt af því. Á meðan eru Blikakonur að krafsa sig inn í leikinn gegn Stjörnunni staðan aðra orðin 3-2. Sendingin hérna í gegn Anton. Leggur hann út í teginn og hér er dauðafæri, frábær vörn hjá Arnleifi. Árni Salvar mættur hérna, fær hann aftur frá Ármanni. 3-3 hérna, Ármann, Ingi, Árni Salvar, Ármann fær hann. Það er vel gert hjá Árni Salvar. Og Ármann snýr hann fram hjá markmannunum en fram hjá stönginni líka. Þetta var vel gert hjá Árna Salvari, kemur með sendingur á hárréttum tíma. Já. Beint í lappirnar á Ármanni og þarna verður hann að gera betur. Markmaðurinn les snertingunar svo kemur akkurat út og mætir þegar hann er að missa boltan aðeins frá sér, hann kemur svona smá hika á Ármann hann. Þarna hefði viljað sjá hann bara feika skotið með vinstur og taka hann yfir til hægri. Já, einmitt. Ég hugsa að hann sé bara aldrei að fara að gera það. Nei. Þannig Stefán hefur kannski vitað það í markinu. Já, mögulega, en þarna vil líka verið gaman að sjá hann vippa bara yfir hann. Já, og þá er flautað til leiksloka hér, 4-0 öruggur sigur, hann var aldrei í hættu. Nei. Og einhvern veginn frá fyrstu mínútu var alveg vitað að þetta yrðu úrslitinn, það var bara spurning hversu stórt. Já, það er alveg rétt hjá þér og þetta var fagmannlega gert hjá IA að ná inn þessum tveimur mörkum í síðari hálfleik líka. Klára þetta 4-0 og hérna með þessu satsa aðeins á markatölu afturlendingar. Já, og það eru einnig að minnka stigabilið í niður í 2 stig eins og staðan er núna fyrir vestan. Niður í 1 stig. Niður í 1 stig fyrirgefið. En við skulum rifja upp mörkin af Viktor Jónsson sem að skoraði fyrsta markið á 12. mínútu. Eftir fínan undirbúning Breki Þór með sendinguna fyrir hérna og ekki flóknasta mark sem að Viktor Jónsson hefur skorað. Nei, og bara þessar fyrstu 20 mínútur er bara einhver langbæsti spilkabli sem maður hefur séð frá skagaliðinu held ég. Já, höfðu mikið frelsi í rauninni til þess að gera nokkurn veginn það sem þeim datt í hug. Eins þetta spil hérna. Já. Bara virkilega frábært. Áhugavert að sjá Hlyn Sævar hérna að stjórna þessu hérna. Akkurat. En það var síðan Hlynur Sævar Jónsson sem að skoraði 3. markið á 57. mínútu og það var ekki eftir fast leikadrið heldur í opnum leik
Það er alltaf gaman að sjá Hafsend að taka svona skarið og keyra af stað. Og aftur Breki Þór með stóðsendinguna. Það var síðan Ármann Ingi Finnbogason sem skoraði 4. markið á 84. mínútu eftir undirbúning frá Arnóri Smárasyni. Og klárar þetta virkilega faglega í fjærhóttnið. Og nú er bara 3 stig í húsi viðbót framöndan loka kaplinn. Hvað myndur þú segja, Sverrir, að er Skagaliðið að fara að ná að halda þessum dampi? Já, ég held að séu að einhvern veginn að ná rönninu og toppa á hárréttum tíma. Ég sé það þannig að núna fara þeir inn í svona þessi lið í neðri hlutunum sem auðvitað eru annarkvort að berjast fyrir playoff eða bara öruggu sæti, en mér sýnist bara, frammistaðan í undanförnum leikjum hefur bara verið þannig að þeir eru bara búin að vera að taka fullorðin stig. Þeir eru að taka fullorðin sigra. Leikurinn á móti Fjölni er bara alvöru baráttu sigur og þessi leikur hér er bara mjög fagmannleg og fullorðin frammistaða. Að hleypa þessu ekkert upp í neitt panik þó að Ægismenn fái smá áhlaup og klára svo bara leikin í seinni. Og maður er svona, ég held að Skagi ná að halda sínu rönni. Það er bara spurning hvort að Afturelding ætla að hleypa þeim fram úr sér eða hvort að þeir ætla að spilna eitthvað frá sér, sko. Akkurat. En við förum nú að segja þessu loki hérna, leiklokið á Akureyri. Þar sigrar Þór Þrótt 2-1. Staðan á Selfossi er 3-2 fyrir Njarðvík. Grindavík heldur einsmarks forskoti á Leikni og það er ennþá staðan 2-2 í leik Vestra á Aftureldingar og þar er uppbótartíminn langt liðinn. Komið 95 í það minnsta. Já, en við fyrir að segja þetta gott. Snorri Kristleifsson sem var á myndavélinni hérna, við þökkum honum kærlega fyrir hans störf. Sverrir Marr, þakka þér kærlega fyrir samfélgina. Já, bara takk sem alltaf ánægja og sjálfur heiti Örn Arnarsson og þakka fyrir mig. Minni á næstu beinu útsendingu hjá okkur, það er á laugardaginn 4:00 þegar að kvennalið IA tekur á móti Völsungi. Þangað til næst, þá bið ég ykkur vel að lifa og hafið það sem allra best.